Kæri vinir, ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni og ég vil byrja að votta ykkur öllum samúð mína. Nú þegar kveðjum Hólmfríði Sigríði Bjarnadóttur hinstu kveðju. Í dag langar mig til að biðja ykkur að taka undir í fyrsta sálminum og svo í moldunarsalminum, allt eins og blómstir eina í loka athafnar. Og þegar að því kemur, þá mun ég biðja ykkur að rísa úr sætum. Við skulum hefja þessa stund með signing og upphafsbæn. Í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Skulum biðja almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og vona þig og treysta nálægð þín og kærleika. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Amen. Skulum við sætum að taka undir í drottinn minn hirðir. Í Davíðssálm standa þessi orð: Drottinn, þú ver oss athvarf frá kyni til kyns, áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíf til eilífur ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann er liðinn, já eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að við megum öðlast viturt hjarta.
Svo ritar postulinn: enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum með deyjum, þá erum við drottins. Þegar til þess þó Kristur var aftur lifandi, að hann skildi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Mér langar til að vekja athygli á því að það eru 2 lög hér í athöfninni sem er eftir hennar Hólmfríði. Það er næsta, það er Óður til náttúrunnar og svo er það mannst á milli Guðs, spjalls og minningar orða. Gjörðu svo vel. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn.
en einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesús segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rísi upp í upprisun efsta degi. Jesús mælti, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar heilaga Guðspjall, en sælu þau sem heyra Guðs orð og varðveita það í hjarta. Gjörið svo vel. Sinn ég átti ástarefnin, augu þín, þau geymdu fram. Ljúft mér minnast kvöldin, mættumst við fossinum hjá. Hann hljóðnaði sem rödd í eyra, hjartans mínu, manstu það? Margt það ég get sagt meira, Náðsynir og friður frá Guði, Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Líf vort tónn á hörpu ljós og húms, það hljómar skammt, grætur og hlær við hliðskjál tíma og rúms, en hljómar samt. Síðan dag, þann dag veit engin spá, dauða þögn og tónninn liðinn hjá. Þannig orti Jóhannes úr Kötlum, þann þráð sem lífið lífið sem okkur gefið í móðurkviði, frá því að fyrsti hjartslátturinn greinanlegur og þar til við kveðjum þennan heim. Það sem gerist þar á milli mannsævin og það margt sem gerist á heilli mannsævi.
Því þó misskipt hversu langan tíma við fáum notið yfir ævina í þessum heimi. Í dag kveðjum við einstaka konu Hólmfríði Sigríði Bjarnadóttur. Gætið að liljum vallarins, sagði Jesús Kristur og hvatt okkur mannfólkið leið til að hlúa hvert að öðru, að náttúrunni og sköpuninni í allri sinni dýrð. Og þannig var því farið með hana Hólmfríði. Hún gætti sannarlega að liljum vallarins, að ástveinum sínum og samferðafólki öllu. Hólmfríður fæddist hann 19. maí árið 1928 í Reykjavík. Foreldrar hennar voru hjónin Bjarni Sigtryggur Jónsson, yfirverkstjóri í vélsmiðjunni Hamri, fæddur að Ási í Grýturhreppi í Skagafirði, og kona hans Ragnhildur Einarsdóttir fædd að Norðurvík í Mýrdal. Hólmfríður var yngst 6 systkina, elstu var Björgvin, þá Einar Valgarð, Ragnar, Fjóla Valdís og Jón. Þau eru öll látin. Hólmfríður sem gekk oftast undir nafninu Fríða ólst upp í miklum kærleika í foreldrahúsum í Vesturbæ Reykjavík ásamt systkinum, í Hamarshúsinu við Tryggvagötu. Hún gekk í miðbæjarskólann og nam síðar hárgreiðsluðin við Iðnskólann Reykjavík og var síðan hárgreiðslumeistari. Á uppvaxtarárum Hólmfríðar byggðu foreldrar hennar sumarhús við Hlíðaveginn í Kópavogi og fór fjölskylda þangað saman á sumrin. Hólmfríður minntist oft stríðsárana og varð hún vitni að því þegar hermennirnir komu á land þar sem fjölskyldan bjó við höfnina. Foreldrar hennar þótti ekki barnvænt að búa við höfnina innan hermennina, svo þau fluttu í Kópavoginn í dvöl, húsið sitt við Hlíðaveginn. Landið þeirra dvöl náði frá Digranesvegi niður að Kópavogslæk. Það ræktaði fjölskyldan upp landið með mikilli trjárækt, matjurtagarði og fjölbreyttum skrúðgarði. Þessi garður var vellaunaður og mörgum Kópavogsbúum eftirminnilegur. Hún minntist ofta á hvað lækurinn hefði haft mikið aðdráttarafl. En faðir hennar lét stífla lækinn og veiddu þau í læknum sjóbirting. Þar syntu þau í hylnum, systkinin sem myndaðist þegar lækurinn var stíflaður og keypti faðir hennar bát sem krakkarnir sigldu á í læknum sér til skemmtunar. Hólmfríður giftist Þorgils Hauki Sigurðssyni skipstjóra, fæddum hann Hnaus í Flóa í Árnessýslu þann 1. júlí 1950. Hann lést Haukur 8. maí árið 1988. Þau eignuðust 6 börn, en fyrir átti Haukur dótturina Sigríði Valdísi. Þau eru Ingunn Guðrún, maki Valdimar Sverrisson, eiga þau saman 3 börn. Sigurður átti 2 börn með fyrri eiginkonu sinni, Díönu, og síðan 2 börn með fyrri sambýliskonu sinni, Guðrúnu Söfu. Sambýliskona hans Margrét Hrönn. Guðrún var gift Liljari Heiðarssyni og eru þau bæði látin. Þau eignuðust saman 3 börn, seinni eiginmaður Guðrúnar var Tómas og hann einnig fallinn frá. Sif var gift Gísla Karlssyni sem látin og eignuðust þau saman 3 börn, núverandi maki hennar Birgir Harðarsson. Steingerður var gift Guðjóni Magnússyni og eignuðust þau 2 börn saman, fyrir átti Steingerður son með Erling Óla, núverandi maki hennar Jón Eyjólfsson. Ragnhildur Birna var gift Sigurði Erni og saman eignuðust þau 2 börn, síðar eiginmaður var Þröstur Ingvar og eignuðust þau saman 1 son, núverandi unnusti hennar Ragnar Sævarsson. Afkomendahópur Fríðu og Hauks stór og samheldinn, barnabörnin 19 talsins, barnabörn 35 og barnabörn 2. Þessi fjölskylda spannar kynslóðir þar sem kærleikur, tengsl og samheldni hafa verið leiðarljós í lífi þeirra allra. Á Hlíðavegi bjuggu hjónin sér kærlegsýtt heimili þar sem allir voru velkomnir. Það var alltaf hátíðarstund þegar að Haukur kom í land, þá þurfti allt að vera fínt og strokið. Hann gat verið í löngum túrum. En eins og títt sjómannskonur, þá gekk Hólmfríður í verkin og heimilinu voru engin verkefni sem hún ekki sinnti. Hún prjónaði og saumaði á börnin og ef það þurfti að mála vegg eða leggja veggfóður þá gekk hún í verkin. Eitt sinn þurfti að mála þakið en ekki tíðkast í þá daga að kalla út málara í svoleiðis lítilræði. Hún fór hreinlega upp á þak á tvílyftu húsi, málaði þakið og ekki var talað um það meir. Þau áttu fallegt hjónaband Hólmfríður og Haukur sem einkenndist af virðingu og hlýju í garð hvort annars.
Þegar að börnin voru flutta heima fór Hólmfríður að vinna á leikskóla í Kópavogi, Kópavogsskóla og íþróttahúsinu Digranesi. Hún hafði alltaf nóg fyrir stafni, hugsaði vel heimilið, saumaði föt á börnin, prjónaði peysur og sá til þess að alltaf var eitthvað gott til með kaffinu. Gestsamt var að heimilið enda bjuggu foreldra Fríðu og systkini öll í nágrenni við hvert annað og mikill samgangur á milli heimilana. Henni var margt í listalægt og hafði hún gaman af að skapa í höndum. Hún var tónelsk, söng eins og engill, spilaði á píanó og gítar og samdi lög og texta. Hún sagði að á hverju heimili ætti að vera að minnsta kosti eitt vel stillt hljóðfæri. Hún sagði gjarnan að það kemur svo mikil sál í húsið þegar það er spilað. Hún setti sjálf í píanóið þegar hún var búin að taka í gegn eða jafnvel þegar hún var að leita hugarró. Tónarnir gáfu, glöddu og nærðu. Ástríða hennar fyrir Íslendingasöguna var mikil og náttúran átti sérstakan stað í hjarta hennar sem endurspeglaðist gjarnan í textunum. Hún kenndi börnunum sínum að sjá fegurðina í náttúrunni og það fallega í manneskjunni. Hún var mikið náttúrubarn og hún kenndi börnunum sínum allan fjallahringinn til suðurs frá æskuheimilinu, frá Vífilsfelli að Keili. Ást hennar á íslenska náttúru endurspeglaðist mikið í ljóðunum hennar, en yrkisefni voru gjarnan tengd náttúrunni þar sem hún orti til fuglana, fossana og fjallana. Og eins og kemur fram í eftirfarandi kvæði. Þú nakta hrísla líft getur mér í hretveri kuldans ég vorkenni þér. Þegar sumari kemur með sólskin og hlýju, þá skal ég syngja fyrir þig að nýju. Síðar kynntist Hólmfríður Eyjólfi Eyfeld og þó að þeirra tími saman hafi ekki verið langur, var hann fullur af kærleika og innihaldsríkur. Þau bjuggu saman í stuttan tíma í Vogatungunni í Kópavogi, þar til Eyjólfur lést 23. febrúar 1993. Á þeim tíma náðu þau að ferðast landið og njóta náttúrunnar sem sameinaði þau og gaf þeim dýrmætar minningar. Hólmfríður var mikil Kópavogsbúi og tók virkan þátt í ýmsum félagsstörfum í bænum eftir að hann komst að eftirlauna aldur. Hún var virkur meðlimur í bókmenntaklúbbnum Hana nú, auk þess sem hún tók þátt í göngum gönguklúbbsins. Hún flutti síðar í Dalbreið 20 í íbúð eldri borgara 2012 og bjó þar eins og flutti á Hrafnistu í maí 2024. Hún bar sig vel og hugsaði vel sig. Hún var alltaf snyrtileg, falleg og vel til höfð og hárið hennar var alltaf óaðfinnanlegt. Enda var hún hárgreiðslumeistari. Hún kvartaði aldrei en tvívegis á lífsleiðinni veiktist hún alvarlega sem hún sigraðist á með sínu fallega æðruleysi. Hún var engin predikar og alls engin tuðari nokkurn skapaðan hlut og aldrei talaði hún illa nokkurn mann. Hún var móðir og amma fyrst og síðast og þreyttist ekki á því að fá fréttir af fólkinu sinu. Hún átti fjölda afkomenda og bar skilyrðislausan kærleika til sinna nánustu. Og með sterkar skoðun á því að börnin og heimili ættu að vera í forgangi í lífi hvers manns í stað þess að eltast við eitthvað annað. Lífið er það sem er hér og nú og við þurfum að njóta þess sem við höfum. Hún sagði ósjaldan ekki vera að flýta þér, gerðu allt hægt. Þannig var Hólmfríður alltaf að leggja á fólkinu sínu og jafnvel starfsfólki og heimilisfólki á Hrafnistu sem minnast hennar með mikilli hlýju, eitthvað gott og uppbyggjaði til. Alveg fram undir það síðasta. En Hólmfríður hvatti þetta jarðlíf í faðmi fjölskyldunar á Hrafnistu Laugarási þann 1. mars síðastliðinn. Það við hæfa lokaorminn hér í dag er kvæði eftir Hólmfríði. Í sólskins ylvi sjávar strönd stikla bárur milli hleina, en flegið berst ókunn lönd, léttar bárur á sér leina, en hörpu strengið hlýð ég á, minningarnar hljóðar hlýjar, mitt huldumál ég hugsa þá, þú heyra fær þær seinna nýjar. Far þú í friði, Hólmfríður Sigríður Bjarnadóttir, friður Guðs þig blessi og hafðu þökk fyrir allt og allt. Fjölskylda Hólmfríðar hefur beðið mig að koma á framfæri kæru þakklæti til ykkar allra
fyrir auðsýnda samúð og vinarhug og vilja bjóða okkur að þykja veitingar hér í safnaðarheimilinu athöfn lokinni. Jarðsett verður í Fossvogs kirkjugarði. Ég færi ykkur kveðju frá Helga og Freyju og Kristín og Bjarna og frá Bjarna Jónsinni og Elínu Sigurðardóttur Hammer, en þau eru öll stödd erlendis. Takk fyrir. Sameinast í bæn. Þökkum þér algóði Guð og eilífi Fadir fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs lífs. Við þökkum þér fyrir allt það sem þú gafst okkur í Hólmfríði. Veit okkur náð til þess að meðtaka það í huga hjarta að þú búið henni stað í kærleiksríki þínu. Heyr bænir okkar Drottin þegar við felum þér hana. Við biðjum þig góði Guð að umvefja alla ástvini hennar kærleika þínum, sem öll kveðja nú að þakka allar dýrmætu stundirnar og samfylgdina, helga og blessa minningar ástvina allra og varveita alla framtíð. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen.
allar bænir okkar félum fyrir bæn sem að Drottin hefur kent okkur að byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Rís úr sætum og taka undir í sálmi séra Hallgríms. Amen.
Faðir drottins og Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit henni drottin þinn eilífu hvíld og láti þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði sé þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn vort Jesú Krist.